Komið sæl og velkomin í forystusætið. Íslenska þjóðfylkingin var stofnuð fyrr á þessu ári, ætlaði að bjóða fram í öllum kjördæmunum 6 en náði að skila inn framboðum í 2. Í síðustu Gallup-könnun mældist fylgi flokksins 3,2%. Íslenska þjóðfylkingin þarf að bæta við sig talsverðu fylgi til að ná manni á þing. Við spyrjum Jens G. Jensson, oddvita flokksins í Norðvesturkjördæmi út í stefnumálin og með hverjum þeir myndu vilja starfa eftir kosningar. Velkomin í forystusætið Jens. Við skulum byrja á svona tilurð íslensku þjóðfylkingarinnar. Flokkurinn var stofnaður í byrjun þessa árs. Af hverju þurfti að stofna flokkinn? Hver er sérstaða hans? Flokkurinn stofnaður af fólki sem hefur pólitíska fortíð og það eru miklir heiðursmenn sem hafa komið bæði frá Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum, svona gamli samvinnuhugsjónamenn og sjálfstæðismenn að gamla skólanum og til viðbótar þá dregin inn sem sagt þetta eru fólk sem eru þjóðlega þenkjandi og hafa áhyggjur af framtíð landsins, ekki bara í sambandi við þjóðarhagsmuni, heldur líka hvernig hlutirnir eru að æxlast innan í samfélaginu hjá okkur. Og stefnuskráin í sjálfu sér mótuð upp úr hugmyndum þessara manna og hluta til kemur eitthvað frá Frjálslyndaflokknum og Hægri grænum og við teljum okkur vera hægri flokk. Við nú kannski frekar nálægt miðjunni þar sem við erum með sósíal hluti eins og fátækrarmörk og annað slíkt en frekar til hægri þegar að snýra atvinnulífinu. Manni finnst að maður les grunnstefnuna ykkar svona að það sé svolítið úr mörgum áttum. Alveg svona eining innan flokksins stefnuna? Já, það það. Já, ég segi það náttúrulega ekki eftir að kannski flokkurinn óx, þá hefur kannski verið minni eining en það aftur orðin eining núna. Eftir að flokkurinn hefur minnkað aftur, þá orðin alveg geysileg eining og menn eru sammála það í algjöru megindráttum hvernig þetta sé sett saman. Hverjar voru rætur þessarar óeiningar? Hvað snerist það? Já, ertu að tala hvað þetta... Þú sagði sjálfur óeining sem hefur komið. Já, það náttúrulega, það hvarf þarna fólk út úr flokknum. Já, en hvað snerist óeiningin? Já, óeiningin snerist náttúrulega stefnumál eingöngu, það ekkert annað. Þið stenduð að því segja frá stofnun að bjóða fram í öllum kjördæmum og svo niðurstaðan sú, og þú sagðir þegar þau vaxið, en niðurstaðan sú þau bjóða einungis fram í 2 kjördæmum, suðurkjördæmi og norðvestur. Það ekki talsvert áfall fyrir flokkinn? Jú, það gríðarlegt áfall fyrir flokkinn. Alveg gríðarlegt áfall fyrir flokkinn, sko. En allavega í nútíð, sko, en hvort það getur orðið að verið áfall fyrir flokkinn í framtíð, það erum við aftur á móti stóri efnir vegna þess að, innanhús segjum við bara að við losnaðum við skrimsladeildina og ekkert öðruvísi og það komið þarna upp ákveðnir hlutir hérna í Reykjavíkurkjördæmunum, fólk sem taldi sig vera hérna oddvita og efstir á listum kjördæmisins að þeir sögðu af sér út af því að þeir fengu ekki sínu framgengt en málið bara það að þeir voru það aldrei vegna þess í lögum félagsins og þá þarf að velja efstu 4 sætin í hverju kjördæmi að flokksráði og það var stór efi það að það gert með þessa frambjóðendur sem þar voru. En þessi 2 menn sem þú talar þau boðuðu til blaðamannafundar og það sprakk eiginlega allt í loft upp í flokknum í síðustu viku. Ekki, sko, þetta til þess að getur maður fullitt lítill flokkur ennþá. Það ekki traustvekjandi fyrir kjósendur að sjá svona litla fylkingu klofna í 2 rétt fyrir kosningar? Nei, að sjálfsögðu ekki. En þessi 2 menn svo nefnir, það var eitthvað aðeins fleira. En ástæðan fyrir þess að þeir hafa boðað þetta
á sér dýpri rætur að þetta fólk sem ætlaði sér að vera í framboði fyrir okkur en eftir á að hyggja þá fengum við aðvaranir sérstaklega í sambandi við Gustaf Níelsson að þetta veri mjög vafasam maður að hafa með og það var dregin upp hans fortíð og hans fortíð var lögð út á netinu hjá okkur, innra neti og þeir sem stofnuðu flokkinn og standa á bakvið hann heiðvirkt fólk og þeim leist mjög illa á þetta og það voru þarna dregin upp gömul mál í sambandi við nektarstaði og súlustaði og annað slíkt og jafnvel tengingar við vændi og hugsanlega mansal og þetta eru hlutir sem gerðust fyrir kannski 12 til 15 ára síðan og satt best að segja þá fékk formaður flokksins Helgi Helgason hann fékk þetta sent frá vinni sínum sem í rauninni eða vinkonu sinni sem í rauninni andstæðingur flokksins Jens, þú ert að vera hér mann þungum sökum sem ekki til stað til að svara fyrir sig svo við skulum ekki fara aðeins lengra í því en þið sögðu samt að þið ætluðu að kæra til lögreglunnar stuld þessara mann og þeim tengt á meðmælendalistum. Ég reikna með því að það væri gert, já. Ég á alla von á því að það veri gert. Mér langar aðeins þess að nefna að þú fullyrtir á Facebook síðu þinni að kjósandi í kjördæmi þar sem þjóðfylkingin ekki í framboði af því þið eruð í suður kjördæmi og norðvestur kjördæmi að hann gæti greitt, samt sem áður greitt þjóðfylkingunni atkvæði sitt og það gilt, en það er rangt. Já, það er rangt. En það var rétt. Ekki ábyrgðarhluti svolítið Jú, að vera svona að rugla með þetta? Þetta var alltaf reitt tilbaka. Það var í rauninni hægt og það var breyting gerð á kosningalögum sem gerði þetta verkum og þetta var gert í fljótvarni og það hefur komið ljós og ég baði fólk að athuga þetta og það hefur komið ljós að þetta rangt og því miður, þá það bara þannig. En það hefði, eftir sem ég skilst, ég hef ekki reynt að nota neitt tíma í það að velta þessu neitt nánar fyrir mér úr því að ekki gekk, en eftir sem ég skilst þá hefði það þurft að gerast fyrir mánaðamót. En við skoðum aðeins Jens svona stefnumál flokksins en þið hafið sett fram í svona grunnstefnu. Byrjum á því kannski sem vekur mest athygli við íslensku þjóðfylkingu og hefur vakið eða komið kannski mest inn í umræðuna, það eru innflytjendamál. Þið hafið sagt að þið séuð á móti nýsamþykktum útlendingalögum. Já, við viljum að við séum algjörlega sjálfráður það hverjir sem koma hingað inn og við viljum ekki að alþjóðasamfélagið eða aðrir stjórni því hverjir hafa aðgang að landinu. Við erum hlynntir innflytjendum en við teljum að við erum að velja okkur innflytjendur en við viljum líka hjálpa flóttamönnum og öllu fólki nei, það höfum við alltaf gert en það ekki þar með sagt að hjálpin felist hjálpin sé best með því að við fyllum landið okkar af fólki sem ekki getur aðlagast okkur. En telur þú að nýsamþykkt útlendingalög taki völdin af löggjafanum af framkvæmdarvaldinu af íslensku þjóðinni? Já, algjörlega. Ég tel það. Það er bara að sýna sig á hverjum einasta degi og það er bara ykkar eigin fréttum að þeir sem stjórna þessum svo útlendingaeftirlitið að þeir eru bara í standandi vandræðum og veit ekki sér strjúkandi ráð. Það hleðst inn fólk frá öðrum löndum sem kemur hingað alveg reynd og krefst þess að fá hér hæli þó svo að grundvöldurinn fyrir því að þau þurfi eitthvað hæli sé geysilega takmarkaður. En myndu þið vilja snúa því við bara í anddyri flugvélarinnar og algjörlega, já, algjörlega. Við viljum hjálpa flóttamönnum og við viljum hjálpa fólki í neyð. Það er algjörlega og höfum ekkert við það aðtuga og þetta höfum við gert alla tíð en hitt er annað mál að við viljum ákveða það sjálfur. Við viljum ekki að það séu utanaðkomandi áhrif sem ákveða það hvað flæðir yfir okkur. Það er algjörlega klár stefna hjá okkur. Þú segir þetta að þið viljið velja innflytjendur. Já. Hvað áttu við með því? Við viljum velja fólk sem aðlagast okkar samfélagi og gengur hér í vinnu og við erum með þúsundir af slíku fólki og 20.000 meira að segja. Það er fólki sem við sjáum aldrei. Við tökum ekkert eftir þessu fólki. Það er fólk sem ekkert hér með útréttar hendur og biður neina aðstoð. Það kemur hingað og það tekur upp sína vinnu. En hvernig veljið þið flóttamenn? Eftir hvaða leiðum? Það eru aðrir sem velja þá fyrir okkur. Nei, ég er að meina að segja, hvernig viljið þið gera það? Það eru aðrir sem velja fyrir okkur flóttamenn. Við hefum ekkert valið okkar flóttamenn. En innflytjendur, hvernig viljið þið velja innflytjendur? Þú talar að þið viljið velja hvaða innflytjendur. Við þurfum ekkert að velja innflytjendur vegna þess að þeir velja sig sjálfur. Það eru þeir sem koma hingað og ganga beint í störf. Og það er ekki nein vandamál með það
og við erum með hérna fullt af innflytjendum sem að koma hingað inn og þeir koma inn á vegum atvinnulífsins og gegnum aðra leiðir og samfélagið þarf ekkert að rétta þeim neina hjálpar þau ganga beint í það að vinna sína vinnu og borga sína skatta og útsvar hérna. Í hverju felst þá vandinn? Hvar eru þessir óæskilegu innflytjendur? Já, eru þið allir að nota allan tímann í þetta? Nei. Þeir óæskilegu innflytjendur eru í sjálfsögðu þeir sem ekki að flýja neina neyð í fyrsta lagi og koma hingað og setjast upp á samfélagið. Í öðru lagi hinir óæskilegu innflytjendur eru hópar af fólki sem eru einsleitir eins og til dæmis ungi karlmenn og hérna ekki fjölskyldur og koma hér velhaldnir og setjast upp á samfélagið og melda sig hér á flugvellinum sem hérna hælisleitendur. Þetta eigum við að stoppa og við eigum að losa okkur við þetta. Aðrar þjóðir eru að gera þetta í kringum okkur. Ég vil bara koma því að hérna að ég starfa í Danmörku búin að gera það í 11 ár og ég flýg hér á milli 26 sinnum annað árið og 24 sinnum hitt og ég veit alveg hvað er að gerast hérna í nágrannalöndum okkar. Ég er búin að vera í Noregi þar á undan. Svoleiðis að við erum í rauninni að gera hluti sem alveg þveröfugt við það sem nágrannalönd okkar eru að gera. Þau eru öll að loka fyrir þetta og meðan við erum að opna það. Skiptir máli í þessum efnum hvaða trúarbrögð fólk aðhyllist? Já, ég tel það, en það er ekki allir sem gera. Ég tel það að það eigi til þess að fá fólk til að aðlaga samfélaginu, þá verðum að velja fólk sem er aðlögunarhæft og það er í rauninni ekkert að fólkinu, en það er aftur á móti skoðanir sem fólk getur haft eins og til dæmis að koma með samfélagsfyrirmæli frá spámanni sem var uppi fyrir 1400 árum sem eiga síðan að ákveða það hvernig fjölskyldulíf og hvernig líf fólks á að vera og inn í okkar samfélagi og það hefur sýnt sig allstaðar að það á ekki neina samlu með þeim samfélagum sem þetta fólk kemur til. Hvað felst í því að vera aðlögunarhæfur? Erum við að tala um pólitíkina? Já, þetta er hluti af pólitík. Nei, þetta er sko engin hluti af pólitík. Þú ert að fara að tala hérna um einhver vísindi, skilurðu. Má ég þá klára svarið? Ég skal bara segja það. Sko, þá skal ég bara klára þetta svar hérna. Að fólk sem kemur hingað eða kemur inn í annað samfélag með einbeittan ásetning það að synir þeirra og dætur munu aldrei nokkru sinni giftast sonum samfélagsins sem flytja inn í eða dæturum nema á forsendum Múhameðs spámanns og ef að það gerist að þá kemur Múhameðs spámaður inn í hjónabandið og hann tekur að sér að ákveða hvernig dætur okkar samfélags eiga að klæðast. Hann tekur að sér að ákveða hvernig þær eiga að hegða sér í eldhúsinu. Hann ákveður réttindi þeirra skyldur upp í hjónarúmi. Hann ákveður réttindi hvernig barnauppeldi fer fram. Hann ákveður hverja þær umgangast. Hann ákveður hvernig hver réttur þeirra ef að kemur upp ágreiningur á heimilinu. Hann ákveður hver réttur þeirra ef að kemur upp skilnaður. Hann ákveður barnaforræði og hann ákveður réttindi þeirra og skildur ef það er eiga að fá arf. En þið teljið að það eigi ekki Þetta er allt saman. Allt þetta er í andstöðu við alla þá samfélagssáttmála sem okkar samfélag er byggt upp á. En þið teljið að það eigi ekki trúfrelsi einhvað síður á Íslandi? Þetta á ekkert skylt við trúfrelsi. Þetta er þessi fyrirmæli frá spámannum. Þeir hafa ekkert með trúfrelsi að gera. Þeir teygja sig inn í samfélagið. Við höfum reikið okkar samfélag hér í meira en 1000 ár og það hefur alltaf verið hið veraldlega sem að tekur fram í fyrir hendurnar og hann er trúarlega. Það byrjaði með Þorgeiri ljósvetningagoða, svo höfum við Jón Arason, hann var hálfsögvinn. Nú, við konur eruðu líka menn miðja síðustu öld og þá náttúrulega var kirkjunni sagt það að héðan í frá eru kvenprestar gildir. Nú erum við með hommana og það er bara munur á þessu. Hvað er trúfrelsi og hvað er hið veraldlega? Hið veraldlega hefur alltaf ráðið yfir hinu trúarlega á Íslandi og öðrum löndum í kringum. En þið talið samt það að þið talið fyrir kristin gildi? Já. Við lítum á kristni sem alveg ljómandi, en kristin hún ákveður ekki hvernig við byggjum upp okkar samfélag. Rétt áður við förum í önnur mál. Þú sagðir áðan að þið vildu taka við, það væri eðlilegt að Íslendingar tækju við flóttamönnum. Það er stríðsjáð fólk, börn sem hafa mist foreldra sína og annað mjög slæmt ástand til að mynda í Sýrlandi. Þar eru flestir sem aðhyllast Múhameðs trú, sem eru múslimar. Ertu á móti því að taka á móti þessu stríðsjáða fólki? Þeir voru bara alls ekkert flestir. Þannig að myndur vilja skilja á milli Ertu vissum að þeir séu eitthvað flestir?
Þeir eru bara alls ekkert flestir. Sko, áður en að Sýrland var sprengt í tætlur af fólki sem að núna sem sagt stendur og hrópar trúfrelsi, þá var sem sagt Sýrland land þar sem öll trúarbrögð gátu búið saman. En ég spurði, myndirðu vilja taka á móti stríðshrjáðum múslimum? Auðvitað ekki, við hefum tekið við stríðshrjáðum múslimum, það hefum við gert. Ég er á móti því að gera það, en hitt er alveg máli við gerum það eflaust. Myndirðu telja þig fordómafullan mann? Nei, alls ekki. Ég er bara mjög eðlilegur maður. Nú skulum við snúa okkur að öðru, Jens. Þið hafnið aðild að Evrópusambandinu. Þið viljið líka endurskoða EES-samninginn. Af hverju? Vegna þess að við teljum hann hafa alltof mikil yfirráð inn í þjóðfélagi á okkur og við teljum að það sé algjörlega ótækt að Alþingi Íslendinga sé bara einhver stimpill sem bara stimplar undir löggjöf sem kemur enn. En hvað er það svona sérstaklega í EES-samningnum? Það er geysilega margt. EES-samningurinn hefur haft gríðarlega áhrif bara á þjóðlífi hérna á Íslandi og til dæmis ef ég keyri mitt kjördæmi til dæmis í sambandi við sláturhús og sambandi við alla skapaða hluti sem að EES er að stjórna okkur allt og mikið og við teljum það að þetta sé ekki leiðin að fara og viljum bara líta á efnahagsbandalagið sem viðskiptafélaga og hafa viðskiptasambandi efnahagsbandalagið. Flestir stjórnmálamenn síðustu svona 20 ára síðan að þessi samningur var samþykktur hafa talið að þetta hafi verið mikil kjarabót fyrir íslenskan almenning að verða hluti af evrópska efnahagssvæðinu. Já, það getur vel verið að þeir hafa það. En til dæmis breski stjórnmálamenn telja það ekki í dag. Hefur þetta eitthvað að gera með frjálst flæði? Breski stjórnmálamenn sem er í Brexit núna, þeir telja það að EES-samningurinn sem við erum með sé svo lélegur að þeir vil ekki líta ekki við hann. Spilar frjálst flæði vinnandi fólks inn í þessa afstöðu? Já, frjálst flæði vinnandi fólks er geysilega mikill sverið, ég játa það. En ég vonast náttúrulega til þess að þó svo að við færum út úr EES að við getum haldið allavega eitthvað í það. Og ég játa það að frjálsflæði er mjög áríðandi. Þannig að þið myndu vilja gera einhvers konar annan samning? Já, við viljum gera viðskiptasamning, tvíhliða viðskiptasamning. Já. Og mér er kunnugt það að það eru líka uppi hreyfingar til dæmis í Noregi og Noregi mun aldrei fara þangað inn. Það get ég alveg sagt í Evrópusambandinu. Aldrei inn í Evrópusambandinu. Það þýðir ekkert að ræða svona hluti þar sko, að hinn almenni borgari þar lítur bara ekkert við þessu. Og þar eru efasemdir það að hvað Evrópusambandi ræður miklu orðið í norsku þjóðfélagi og það er alltaf að byggjast upp meira og meiri vilji til þess að breyta því. Eitt af því sem þið nefnið í grunnstefnu ykkar er að þið viljið auka þátttöku Íslands í eigin vörnum. Hvernig viljið þið gera það? Já, það er ég held að þetta er kannski svolítið aukaatriði sem við erum með, en við aftur á móti viljum til dæmis efla löggæslu á landinu geysilega og þar á meðal viljum við efla landhelgisgæsluna. Nú, við erum hérna hliðholl NATO og teljum NATO vera nauðsynlega þátt í tilveru okkar, og að við, sko, þarna er verið að hugsa jafnvel, sko, við höfum talsverða þáttöku í NATO. Ég veit að landhelgisgæslan hefur talsverð samstarf við NATO og við teljum það að við eigum að halda áfram að byggja upp okkar starf innan NATO og jafnvel að reyna að flétta því saman við landhelgisgæsluna, löggæsluna og hugsanlega tollgæsluna. En þetta með lögregluna, að það er gríðarlegt atriði hjá okkur og við teljum að það er að efla hana allt land og að það sé orðið öryggisleysi hjá þegnunum. Það er þannig. Þið talið það að leggja niður íslensku krónuna og taka upp ríkisdal og tengja ríkisdalinn við Bandaríkjadal. Af hverju? Nei, við erum ekkert að tala það beinlínis. Jú, það er í grunnstefnu. Það er í grunnstefnu. Það sem er talað sko, það er verið að tala svona þjóðpeningakerfi og að reyna að stöðva þetta að bankar geti prentað út peninga að eigin vild og aðskilnað í bankakerfinu. Ég skil ekki af því að ég bara las grunnstefnuna ykkar síðast fyrir hálftíma og þar kemur þetta fram og þannig að þú stendur sérst ekki, þú sjálfur vilt ekki gera það. Jú. Þetta skiptir svolítið máli, fyrir hagstjórnina. Fyrir hagstjórnina? Já, skiptir mjög miklu máli fyrir hagstjórnina hver stýrir gengi krónunar. Það náttúrulega alls konar útgáfur sem er í gangi, hvernig á að reyna að gera eitthvað til þess
að lappa upp á krónuna eða halda henni einhvern veginn gangandi, tengja hana við evru eða tengja hana við dollar og það hefur verið talað kanadadollar og það hefur verið talað norsku krónuna. Jú, að megi tengja hana við bandaríkjadollar, það hefði kannski verið ljómandi en ég veit ekki hvort að það sé akkurat það allra besta og ég hef nú einhvern veginn grunum að þetta sé nú meiri smáleitur en akkurat í stefnuskráni. Getum við ekki bara að byrja að snókra Við skulum aðeins staldra lengur við þetta því að það skiptir mjög miklu máli fyrir hagstjórnina hvort að krónan er tengd bandaríkjadal eða ekki. Nei, ég skal segja þér hvað skiptir mjög miklu máli fyrir hagstjórnina. Þetta skiptir mjög miklu máli. Ég skal segja þér hvað skiptir mjög miklu máli fyrir hagstjórnina. Ég ætla að spyrja þig einnar spurningar. Er fleira í grunnstefnunni sem að þú ert ekki fylgjandi og þú myndir ekki tala fyrir inn á þingi? Já, ekki sem mann í augnablikinu. Ég myndi alveg tala fyrir þessi inn á þingi, en við náttúrulega fleiri í flokknum, sko, og við hver með sín sérsvið og annað og þannig að það eru menn sem að hafa hver sitt sérsvið í þessum málaflokkum, sko. En ef við erum að tala um ef við viljum fara að tala um til dæmis hvað hefur mikla þýðingu fyrir hagstjórnina, þá skal ég aldrei byrja að tala við ykkur um það, hvað hefur mikla þýðingu fyrir hagstjórnina og hvernig hagstjórnin orðin í dag. Og því vil ég gjarnan koma, já. Eitt af því sem skiptir máli Jens og hefur verið mikið rætt í þessari kosningabaráttu, það fiskveiðistjórnarkerfið. Já, það nefnilega það. Þið viljið breyta því? Aldeilis. Hvernig? Og hvernig viljum við breyta fiskveiðistjórnarkerfið? Þar komum við bara hreinlega inn á allt hagstjórnarkerfið og ef við lítum til dæmis 20 ár tilbaka þá sjáum við hvað hefur verið að gerast í þjóðfélaginu. Við horfum á þetta bara eins og skóg að hinni ríku trén eru alltaf að vera ríkari og ríkari og þeim líka að fækka ríku trjánum. En fátækutrén, þau eru alltaf að verða fátækari og fátækari og þeim alltaf að fjölga. Og þetta byrjar í rauninni á því að það er sett lög um stjórn fiskveiða. Lög um stjórn fiskveiða, það bara sjálfsagt að hafa þau og verður að hafa lög um stjórn fiskveiða og þá verður að hafa kvóta. En þessi lög um stjórn fiskveiða, þau eru fann að gera allt aðra hlut í dag. Þau eru fann að teygja sér langt upp á land og bara síðast núna því ég var hérna út á bílastæðan að bíða að koma inn að þá heyrir maður til dæmis í sambandi við fiskverð og fiskverðsmyndun og annað slíkt og að lögum um stjórn fiskveiða eru búin að búa til búin að lagskipta þeim í landinu sem að geta fengið fisk ódýran og aðrum sem verða að kaupa hann dýrt. Þau eru farin að hafa samkeppnisáhrif upp á landi. Og þetta var aldrei tilgangur með þessum lögum. Sama að segja um það að við lítum að sjálfa fiskveiðarnar að þá eru fullt af fólki sem þarf að leigja sér aðganga því að veiða fisk frá þeim sem að hafa aðganginn og þessu þarf líka að breyta. Viljið þið fara meira uppboðsleiðina eins og... Nei, við viljum sjá uppboðsleiðina. Það sem við viljum er að jafna út þennan mismun sem þarna, sem var talin vera cirka 19 milljarðar í fyrra, 2015. Við viljum að fiskur fari beint allur og uppboð, hann verið neyddur þangað með lögum og í öðru lagi þá viljum við auka eða gefa algjörlega frjálsa strandveiða smábáta en við viljum gera það á mjög sérstakan hátt. Við viljum ekki setja takmarkanir hvort á veiðarfæri, stærð bátana en neitt. Við viljum bara setja takmarkanir á félagsformið. Við viljum að þeir sem hafi aðgang á því að veiða fisk frítt í landinu að þeir verða að gera það á eigin kennitölu þannig að þeir verði bæði útsvars- og skattgreiðendur. Vegna þess að við erum að hugsa við erum ekki bara að hugsa þá sem veiða fiskinn, við erum líka að hugsa sveitafélögin og bæjarfélögin út á landi sem að koðna niður vegna þess að það ekkert fólk sem með almennilega tekjur. Og við vonum í rauninni að við fáum þarna, slatta af smámilljónerum sem að geta þá grætt á daginn og grilla á kvöldin og borga skatta og útsvör mánaðamót. Jens, tíminn alveg að hlaupa frá okkur. Nei, það ekki. Jú, þið mældust í síðustu Gallup-könnun með rétt rúm 3%, 3,2%. Telurðu einhverja líkur á því að þið náið mannin á þing? Ég veit ekki, það verður bara ráðast. En það verður náttúrulega reynt í fulla nefana. En það sem við höfum og lítum á þetta sem hefur komið lítilíðan á fiskveiðistjórnarkerfið, þetta er náttúrulega bara brot á þessu. Við erum að horfa á til dæmis fiskveiðistjórnarkerfið, við erum að horfa á landbúnaðinn, það sem eru kvótar líka, við erum að horfa bara á félagasystemið, sem hlutafélagalögin, við erum að horfa á skattkerfið og við erum að horfa á allt. Það orðið þannig að það komið bara stór hluti af fólki í landinu sem hvorki borgar útsvar né skatta og þessu ætlum við að breyta.
Við verðum að ljúka. Getur þú sagt örstutt með hverjum þið eigi mesta samleið? Við hefum mesta samleið með hægri flokkunum. Takk fyrir það. Já. Þetta síðasti þáttur forystusætisins fyrir þessar kosningar. Við höfum rætt við alla forystumenn, allra þessar 12 framboða og viðtölum við þá eru aðgengileg inni á kosningavefnum á ruv.is ásamt fleiri þáttum, viðtölum, fréttum og könnunum fyrir kosningarnar. Við verðum áfram með málefnaþætti í sjónvarpi og kjördæmaþætti í útvarpi í næstu viku. Verið þið sæl.